en hún framkvæmdastjóri í fasteignar og þróun. Hún ætlar aðeins að tala sko, hver kveikin af verkefninu og svo reynsla þá verkkaupa og framkvæmdar aðila. Svo ætlar Arnhildur Pálmadóttir, arkitekt, að rölta aðeins með okkur í gegnum þessar helstu áskoranir og lausnir við að hanna þessa byggingu, sérstaklega með tilliti til endurnýtts efnis og minna kolefnisspor. Og út af því ég fæ náttúrulega ekki nóg á því að tala, þá ætla ég, Sigríður Rós Bjarnadóttir, aðeins að ræða hvernig við hönnum umhverfisvænni steypu í svona verkefni. Og svo ætlar hann Kai, framkvæmdastjóri hjá steypustöðinni, að ræða aðeins hvernig við drögum úr umhverfisáhrifum á forsteyptum einingum eða í forsteyptri steypu. Þetta verður mjög spennandi. Ég ætla að biðja ykkur það QR-kóði hérna. Það að segja, ef þið sjáið slæðina sem ég sé, það QR-kóði hérna sem fer með ykkur inn á Slido. Endilega henda inn spurningum þar inn, það ekki rétt hjá mér? Það má gera það bara jafn óðum. Við erum að taka upp fundinn, þannig bara svo þið vitið það, sem ég held að ætti ekki að vera neitt mál. En eins og ég segi, þetta verður bara svolítið skemmtilegt hjá okkur hérna í morgun og ef þið eru með spurningar hendið minn á Slido, við skulum fara yfir þær, gefum okkur góðan tíma í lokin fyrir spurningar, korter 20 mínútur eitthvað svoleiðis og ég ætla bara að hendi þessu yfir til þín, Björt. Já. Takk. Ég vona allir heyri mér. Ég heiti Björt Ólafsdóttir, takk fyrir kynninguna Sirrý og ég ákvað að hafa ekki sérstaka kynningu undir því sem ég að segja út af því að þá hætt á því að ég tali alltof lengi. Það vill gerast og ég vil endilega að þetta sé svona aðeins meira fljótandi og við Arnhildur séum kannski ekki að segja saman hlutin tvisvar. Þannig að þannig verður þessi háttur á. En þess að ég árek eða einn eigandi og framkvæmdastjóri í Iði fasteignaþróun og við vorum stofnuð með það markmiði að eingöngu að byggja og þróa byggingar, grænar byggingar sem eru kolefnisléttari og hafa minna áhrif á umhverfið sitt. Og við fórum í samkeppni, fyrsta verkefni okkar Frakkastígur 1. Við fórum í samkeppni hjá Reykjavíkurborg, það var 2022, sem Reykjavíkurborg fór af stað með svona álíka samkeppni og hún hafði áður gert hagkvæmt húsnæði, en að þessu sinni var það grænt húsnæði framtíðarinnar. Og þar var borgin svona leit eftir og þetta hvetja til út því að eins og við vitum að þá eru borgir mest af þessu umhverfisálagi og kolefnislosun gerist innan borgaheimsins. Það liggur í hlutaraseðli út því að hér mest rót eða í borgum heimsins mest rót og mest verið að byggja og rífa og annað. Þannig að Reykjavíkurborg svona vildi leggja sitt af vogarskálarnar. Þau eru auðvitað með ákveðna loftslagsstefnu og til þess að búa svo hnútana að geta svona fært fram einhver sýnidæmi það hvernig þessi borg þá dregur úr sinni kolefnislosun með einhverjum markvissum aðgerðum á húsnæðismarkaði. Þá voru þarna nokkrar lóðir sem fóru í pott og teymi bara sóttu og kepptust Við urðum hlutskörpust á Frakkastíg 1 og þar var í raun eina lóðin það sem það var ákveðið viðmiðunarverð og svo var sett svolítið svona þessi lóð kostaði meira en aðrar lóðir en svo var það eins og í öllum þessum verkefnum og þá var bara tillaga teymana sem að skipti mestu máli og áform. Og við fórum í samstarf með henni Arnhildi Pálmadóttur, arkitekt og ásamt dönsku arkitektastofunni Lendager Group og þau svona það var okkar lukka, þau sameinuðust í þessu verkefni á þeim tíma og fóru saman með okkur í þetta og það var bara svona algjörlega krúsjál fyrir mig sem þróunaraðila auðvitað að fá fólk eins og hana Arnhildi sem að veit eitthvað hvað hann að gera og þarna árið 2022 að þá þurfti ég aðeins að líti kringum mig. Það var ekki alveg augljóst fannst mér á Íslandi þá hver
svona kynni best og vera svona, hvað ég segja, framúrstefnulegastur og róttækustur í raun í því að byggja grænt og eins og þið sem eru í þessari grúppu hérna vitið vafalaust að þá Arnhildur þar fremsta meðal jafningja á Íslandi og raunar á Norðurlöndum. Þannig að við fórum í mikla vinnu, unnum þennan reit og hann var þegar deiliskipulagður, þannig að við gátum svona farið fljótt af stað, en það sem skiptir auðvitað máli í svona verkefni og öðruvísi en í hvaða öðru uppbyggingaverkefni að það þarf að undirbúa hlutina út frá öðrum forsendum en bara að byggja eftir kostnaðarbókhaldi og svo fara af stað. Það þarf að skoða alla hönnun út frá því hvað hún losar í kolefni og út frá því hvað við erum að endurnýta eða sérst út því að það var okkar markmið að endurnýta auðlindir. Og við fórum, þetta tók ekkert samt það langan tíma í rauninni og ég oft spurð, hvernig gengur Björt, og það bara gengur allt eftir áætlun. Við fórum í skóflustungu í mars 2024 með framkvæmdafélaginu Arnarkoli og sem frábært verktakafyrirtæki og ég hrósa mikið í þessu ferlöllu út af því að auðvitað þetta, við erum að hugsa fleiri hluti en í vanalegri framkvæmd og það þarf að taka tillit til alls konar þátta, undirbúa sig betur en vanalega, en ég að finna og þau eru mér sammála þar líka, en Hjalti Jón í Arnarkoli, að það gagnast verkefninu mjög vel að vera svona vel skipulagt til að byrja með út af því að þetta bara rennur betur og það hefur 7.9.13 ekki komin eitt óvænt upp sem hefur valdið einhverjum skurki, eins og oft vill gerast bara í venjulegum framkvæmdum. Og það eiginlega bara þakka ég miklum undirbúningi sem eins og ég segi, tók lengri tíma kannski en í vanalegum verkefnum, en þó ekki þannig að við finnum alveg að það í rauninni á endanum ekkert að kosta okkur meira, myndi ég vilja segja. Íbúðar verða afhentar 2025, 2026 í apríl næsta ári. Og við erum bara komin ansi langt og við erum bara, eins og ég segja, á lokametrunum og Arnhildur fer í gegnum það með okkur rétt og eftir, hvernig við svona lögðum þetta upp, út af því að fyrsta spurningin auðvitað, þetta búið að vera í raun að vera svolítið svona heimsbyggilegt verkefni. Ég get alveg sagt ykkur það. Út af því að fyrsta spurningin bara, á Íslandi, á norðurhjara veraldar, hvað grænt húsnæði? Og ég get alveg sagt ykkur það, ég var í mínum fyrirstörfum í umhverfisráðuneytinu og svo líka auðvitað á þingi og það bara ýmsar mismunandi, fólk hefur ýmis mismunandi svör við þessari spurningu. Og í stað þess að vera kannski mjög tortryggin, að þá held ég að við ættum bara að reyna að vera svolítið heimsbyggileg og bara einlæg og hreinskilin, að ef við þið verðum að reyna að svara þessari spurningu, hvað grænt húsnæði, til þess að geta fyrst sett okkur markmið og svo fyllt þeim. Ég held að fólk sé að svara þessari spurningu á mismunandi vegu og það allt í lagi. Á frakkasti 1 settum við 2 meginmarkmið. Það að minnka kolefnislosun á framkvæmdar og líftíma byggingarinnar verulega og miðað við viðmennarhús HMS sem að þegar hefur verið reiknað. Og ég kom fram, náttúrulega kannski og var mjög brött og sagði á tímapunkti út af því að ég auðvitað eigandi verkefnisins, ég þarf að tengja fólk saman, treysta á fagfólk eins og Arnhildi, Sirrí og Kai og alla, til þess að koma með rétti elementin í okkar verkefni. En ég þarf kannski líka að segja, við ætlum að fara þangað og stefnan hjá okkur að draga 50% úr losun í þessu hús okkar. Og það loftslagsmarkmiðið og að við endurnýtum auðlindir jarðar, sem sagt efnivið, sem mest
Við settum ekki tölulegt markmið á það til að byrja með og til við runnum dálítið blint í sjóinn. Ég get alveg sagt ykkur það að þessi áform mín 50% minnkun í losun gerðu ýmsa fólk sem mér munvanari, sem ég var að telja upp hérna áðan, svona, já, skautum aðeins skelk í bringu og sagði Björt, herri, þetta ansi bratt hjá þér, við vitum ekki alveg hvernig þetta á að takast, en mér finnst mjög gaman að segja frá því að núna við lok þessa verkefnis, að þá út af því að þetta frábæra fólk allt og þessi frábæri fyrirtæki búin að vera að vinna með okkur í þau, að þá erum við að ná þessum markmiðum og við erum að fara umfram þau. Og Arnhildur segir ykkur meira frá því hvernig við gerum það hér á eftir. En það dálítið svona tilgátuvinna. Hvað grænt húsnæði á Frakkastíg 1 sem að stendur við sjóinn? Það fyrst þegar við fórum að stað þá sögðu lögfræðingar borgarinnar við okkur sem höfðu áður verið að vinna í einhverjum svona pælingum CR 40 lóðir sem enginn hefur farið af stað. Það ekki CLT hús? Og þú veist, það var svona alls konar sem að koma upp. Þetta auðvitað, þú veist, þetta búið að taka smá tíma. Og þannig að allar þessar tilgátur voru bara settar niður og reiknaðar. Og niðurstaðan staðstætt hús úr efnivið sem eitthvað verið sagt frá hér á eftir. Og með miklum fókus á endurnýtingu efna. En ég sé að eins og mér hætti til að þá ég farin að tala það lengi og ég ætla að gefa held ég bara boltan yfir á hana Arnhildi og svo vil ég endilega bara geta svarað spurningum hérna á eftir. Takk. Gekka. Herru, bara áður, það var rosa flott. Það inn í chatinu komin linkur inn á Slido og svo þið með QR-kóðan hér. Þannig að endilega fara bombin spurningum áður en að ég kasta yfir til Arnhildar. Kíkja á chatið, náði í hlekkin og bara, já, dundri okkur spurningar. Gjörðu svo vel, Arnhildur. Ég skal stopp sér. Muted. Nú ég ekki muted það. Nei, flott. Svona, herðu, ég ætla að byrja hérna á sjáum, deilum þessum hérna. Play from start. Þið sjá skjáin minn það ekki? Jú, flott. Já, þetta hérna gott að taka boltan frá Björt því að þetta svo rétt sem hún var að segja þannig líka í endan að veist, þetta svo við þurfum alltaf að byrja þegar við setjumst niður við svona verkefni að skilgreina það af því að við erum ekki í tómi, við erum í þetta áttu að vera hús fyrir fólk og við ætluðum að byggja íbúðir fyrir fólk og það ekkert hús umhverfisvænt, það alveg ljóst því að við erum að brjóta jörð, við erum að nota einhver efni í það. Þannig að það pínu skemmtilegt svona að hugsa þetta heimspekilega og líka bara þá að hugsa þetta að hafa gaman að þessu. Þú veist, þetta svolítið skemmtilegt, það áskoranir í þessu og ég ætla að byrja að sýna ykkur mynd sem við tókum niður við á Frakkastíg 1 bara fyrir nokkrum dögum síðan og það svolítið áhugavert að sjá bara efnin og hvað það verður mikill leikur, birtan, vetrarbirtan í gangi og þetta bara svolítið svona gaman að þessu. En ég ætla að byrja samt á því að erindið mitt heitir áskoranir með að ég átti að taka fara yfir áskoranir og lausnir og ég ætla að byrja áskoranum með stórum stöðum og það bara út af því að það ekkert auðvelt hvorki fyrir Björt eða fyrir okkur hin að taka þátt í svona verkefni og við þurfum virkilega að við mætum alls konar hlutum og það engin handbók til hvernig við að reyna að draga úr losun og endurnýta efni því að það hefur bara ekkert verið gert á Íslandi og ég ætla bara að fara yfir nokkra punkta fyrst og svo ætla ég að sýna ykkur í rauninni lausnirnar og hvernig við unnum með þessar áskoranir á Frakkastíg og það endurnýta efni og að markvisst lækka umhverfisáhrif bygginga náttúrulega nýr hugsunarháttur á Íslandi og það mikil áskorun bæði fyrir þá sem eru þróunaraðilar og fyrir okkur sem erum arkitektar og hönnuðir. Verkferlar, útboðsgögn og tímalínur eru staðlaðar og endurnýttar almennt í staðinn fyrir að sérsníða þau verkefnum. Til dæmis við niður yfir framkvæmdir og líka það sem á að nota nýjar og betri útgáfur af efnum eins og steypu og ég veit að þau sem eru að vinna með steypu að lenda í því að þau fá bara copy-paste af gömlum útfærslum í staðinn fyrir að biðja nýjar. Og byggingar eru helst hugsaðar sem fjárfestingatækifæri en ekki híbýli fólks og það auðvitað að hugsa þetta sem bæði. Híbýli það þarf að hugsa þetta séu bjartar og góðar íbúðir og íbúðir sem fólk vill í raunverulega fjárfesta í. Ef það hefði eitthvað val þá þyrfti það að vera þannig. Og sérstæða Íslands náttúrulega tengt byggingarefnum. Við eigum fáarauðlindir sem hægt að nota sem byggingarefni og svo notum við það sem við hefum mikið af sem eru steinn
kannski á mengandi hátt og auðvitað eru allir að vinna að því, að reyna að finna lausnir á því, en það eru auðvitað bara okkar byggingarefni í rauninni að mestu leyti þó við munum blanda því. Svo er náttúrulega náttúra Íslands, eins og Björt kom inn á, þetta frakkastjóður í þessu tilfelli, þessu verkefni, þá hafði það mjög mikil áhrif á val á efnum og bara auðvitað jarðhræringar og annað sem er öðruvísi en til dæmis erlendis, þannig að við getum ekki copy-paste kannski lausnir þaðan. Og fyrirtæki sem eru í framleiðslu eða flytja inn efni, þau viðurkenna ekki alltaf að það sé afskurður eða afgangar sem væri hægt að nýta betur og við erum búin að lenda stundum í því að það er svona jú, nei, það er engin afgangur í okkur en svo henda þeir mörgum tonnum af efnum og meðferðin af afgangunum er líka áskorun fyrir okkur að því það er svo slæmt að nýtanlega efni verða oft ónýt, afskurður er brotin og timbur er látið eyðileggjast í raka og svo hendir húfur. Byggingar eru rifnar áður en hægt er að bjarga efnum úr þeim og það er ekki hægt að nálgast efnið af því að bara útboðsgögnin eru vegna niðurrifsins er svo einföld að fólk vill ekki að fara inn einar auka, nei við getum ekki farið að taka þetta niður einhvern annan hátt af því að þá eru við komið bara með aukaverk og það vill enginn borga fyrir það. Þannig að þetta er eina af þessum áskorunum og yfir höfuð það sé leyfilegt að rífa nothæfar byggingar á Íslandi er náttúrulega bara algjörlega út í hött. Að þessi lagi endurnýtingaráætlun, þessi upptalning á lausamunum og upptalning á efnum en ekki raunveruleg endurnýtingaráætlun, þar sem er gert ráð fyrir að koma efnunum í nýtingu í stað þess að endi sem úrgangur. Það ætti ekki vera leyfilegt að rífa nema það væri búið að gera þessar ráðstafanir. Hvert á efnið að fara? Í hvaða verkefni á efnið að fara? Og að þessi lagi endurnýtingaráætlun séu lagðar inn daginn áður en byggingin er rifin, það er eitthvað sem við þurftum að skoða. Og að byggingarreglugerðin krefist ekki LCA-greiningar samhliða hönnun og lokaskýrslu í staðinn fyrir upphafi verks af því að við vitum að þetta mun allt breytast í ferlinu og ef við gerum þetta bara í upphafi verks þá mun það ekki sýna rétta mynd af því sem við erum að gera. Að ekki segja þetta sér hana glugga, hann sé vottana í hús þar sem er verið að endurnýta glugga af því að þetta skána vonandi núna við getum farið að votta, gera bara tækniprófanir af því að gluggar úr svona endurnýtingu eru alltaf sér hana, þetta er ekki fjöldaframleiðsla. Og að fólk haldi að byggingar og byggingarefni geti einhvern tímann verið alveg viðhaldsfrí, það þarf alltaf að viðhalda þessu. Þetta er líka eitt, hringrásarkerfið að laga með byggingarefnum en ekki hjálpa til við að minnka losun í mannvirkjagerð. Og það verður bara til þess að fólk selur efni í staðinn fyrir að nýta það sem það á. Þetta gerist með föt og þetta dregur, við þurfum bara að draga þess úr neyslunni, hugsa að nota sem minnst af efni og eigendur bygginga eiga að reyna að finna stað fyrir efnin áður en þeir rífa þau niður. Svo ætla ég bara að sýna þetta áður en við förum yfir í frakkastíginn og lausnirnar en þú veist, við erum að senda í landfyllingu 720.000 tonna af efnum, timbur, steypu, alls konar efni sem væri hægt ef það væri rifin niður á eðlilegan hátt, hægt að nýta miklu betur. Þetta er bara, ég er ekki starffræðingur og þetta er bara svona rétt til þess að sýna hvað þetta eru rosalega stóra tölur sem við erum að henda. Og nú ætla ég að fara yfir í frakkastíginn og koma að vera jákvæð og koma með alla lausnirnar af því þetta er áhugavert og skemmtilegt og þetta er auðvitað það sem að þetta er svona show and tell hjá okkur svolítið, þú veist, við erum bara, það er enginn sem er að biðja um þetta, það er enginn sem er að biðja Björt að fara í svona verkefni, hún er að gera þetta því hún brennur fyrir því og við erum svona, og eina leiðin, við getum ekki beðið eftir að reglugerðirnar og það allt sem hann segja okkur að gera þetta, af því þá vil líða 30 ár og þetta verður bara allt farið í rugl, þannig að nú erum við með frakkastíg bara að sýna, allavega er hægt að gera þetta á þessum stað, í þessu samhengi, í einhver staðar annars staðar væri hægt að gera þetta öðruvísi en við skulum aðeins fara yfir hvernig við gerðum þetta allt saman. Verkefnið er Björt búin að lýsa, við gerðum alls konar skissur og pælingar fyrir það og það sem er svolítið áhugavert í svona verkefni er að kannski fyrstu skissurnar eru alls ekki eins og verkefni mun svo lítið út að lokum að því að á leiðinni þá uppgötvum við einhver ný efni og hvað við getum gert. Þannig að þetta er í rauninni eina fyrstu skissunum okkar. Bara gaman að sjá sögu svæðisins, þetta er alltaf þrungið sögu og við erum aldrei að byrja á núllpunkti. Við erum alltaf annarkvort að taka eitthvað lífríki og breyta því eða jafnvel lífríki og borg og þetta er svona hálfgerð landfylling þar sem við erum að byggja. Svona skalinn er svolítið áhugaverður af því að húsið kúrir þarna svolítið á milli tveggja háhýsa og verður svona svolítið sérstakt að því leyti líka. Og svo bara tengslinn við borgina, það er að trappast fallega niður þar. Og þetta er Björt búin að koma inn á, ég meina þetta í rauninni sýnin var bara að sýna fram á innan allra hefðbundinna kerfa með hefðbundum byggingaraðferðum, hefðbundum tímaramma og kostnaða, það væri hægt að gera alveg helling og til þess þá í raunin að þrýsta á kerfin. Þetta er þetta með að varðveita ef það er hægt, endurnýta, endurvinna, arkitektur reyna að láta þetta svona,
vísa svolítið veginn, sýna hvað við getum gert. Við erum náttúrulega háð þessu og við höfum oft talað um þetta áður í einhverjum kynningum að við erum ekkert að uppfylla allar þessar kröfur sem eru setta til okkar bara á alþjóðavettvangi og það kostar. Svo þetta bara þetta með áherslu á fólk og tengingu við borgina og hvernig okkur líður inn í byggingunni og þetta skiptir allt máli. Við komum líka að því að skoða hvort við getum minnkað orkunotkunina því að orka þetta í rauninni lykilatriði og eiginlega merkilegri en LCA-greiningar af því að hversu mikil orka fer í að koma byggingarefnunum á staðinn og þá kemur rauninni steypa jafnvel betur út heldur en timbur í mörgum tilfellum á Íslandi vegna þess að við erum með góða orku og timbur jarðefna eldsneytis framleiðsla í rauninni með öllum vélunum. Við byrjum á að kortleggja eða svona hugsuðum þetta með efnin, hvað eigum við að nota og það eru til svona ákveðnir píramídar, hvað best að nota, það eru auðvitað lífræn efni, það endurnýtt efni, það þessar hefðbundnu áherslu sem þið þekkið örugglega öll sem eruð að horfa á. Við vildum auðvitað helst reyna að nota steypu sem að kannski hefði haft eitthvað hlutverk og nota hann aftur. Svo betra að nota auðvitað þá sem með lægra kolefnisspori og þetta voru áherslurnar í rauninni. Þetta bara það sem við vorum líka að leggja áherslur á, þessar hringrás, lágmarka eiturefni, allt þetta sem við viljum bara gera til að hafa gott og hús og heilnæmt hús samhliða þessum umhverfisáherslum. Eitt af því fyrsta sem við gerðum og var skilyrði líka hjá borginni það var að við myndum kortleggja verðmæti kring og hvort við getum nýtt okkur einhver hús eða byggingar sem væru þarna og þarna komum við kannski inn á einn af punktunum mínum. Það var í rauninni búið að rífa húsin daginn eftir að niðurrifsáætlunin kom inn hjá borginni eða endurnýtingaráætlunar. Þannig að við kortlögðum fullt af húsum, við skoðuðum og greindum gætu við nýtt þennan efni við eða hinn efni við. Við fórum að Íslandsbankahúsinu, uppgötvuðum þar að reyndar að klæðningin hefði verið eitruð, við hefum ekki getað notað hana. Það hefði ekki verið gott að kviknaði henni þar sem hún var. Heklureiturinn, við fórum og skoðum það. Þar var í rauninni þetta með verklýsinga niðurrifsaðilans. Við í rauninni gátum ekkert nýtt okkur það því að það efni, þann var bara að rífa þetta á hefðbundinn hátt og það hefði ekki verið hægt að koma inn í það í rauninni. Hringrásar efnin í Frakkarstíg urðu á endanum eftir fullt af tilraunum og prófunum og öðru og Björt, þú mátt náttúrulega grípa inn í ef þú manst eftir einhverju sem ég að gleyma. En við fórum og skoðum marga staði, bæði fyrirtæki með einhvers konar afskurð og úrgang því að það mjög mikið til af þeim sem sýnir sig í þessum urðunum og því sem kemur af því sem við erum að henda. En klæðning hússins verður að hluta til úr endurnýttum vegriðum frá Vegagerðinni. Við komumst að því að þar fellur til töluvert af vegriðum vegna þess að þau í rauninni eru tekin niður þannig að það oft ekki hægt að endurnýta þau og við fyrir að koma aðeins betur inn á hvaðan þau koma á eftir en þau eru sem sagt, við ætluðum að þekja húsið með þeim en komst svo að því að það var bara ekki nóg efni því að Vegagerðin ákvað líka að reyna kannski að nýta þetta aðeins betur þannig að það bara frábært samstarfsverkefni með Vegagerðin að varpa ljósi á einhvern úrgang sem hefði farið í orkuríka bræðslu í Evrópu en í staðinn fær hún þarna líf og við getum nýtt okkur hólurnar og götin til að festa klæðninguna upp þannig að við reynum að skerða sem minnst vegriðin þannig að þau haldi öllum eiginleikunum sínum. Til að þegar við sáum að við gátum ekki nýtt vegriðin á alla fasuðuna þá ákvaðum við að fara og skoða svona úrgang og afganga sem að væru lægju fyrir einhvers staðar og þar til dæmis fundum við upprúllaðar álklæðningarúllur sem átt að henda því að í rauninni var bakhliðin að þeim skemmt. Hún var þannig að þetta var tilraun til anodiseringar og ef anodiseri klæðning beygð þá kemur brot í hana en anodisering þannig að hún svona sjálfheilandi pínlítið þannig að það alveg hægt að nota hana og við notum bakhliðina þannig að við ákvaðum að nota gráu bakhliðina í staðinn en við sjáum eins og þarna á neðstu myndinni til vinstri að sjá það svona smit af brúna litnum bakvið og hann sést líka sums staðar þegar þegar hún stingst upp fyrir. Þannig að þetta í rauninni mjög góð klæðning og anodisering besta leiðin vegna þess að það engin máling heldur hægt að bræða það án þess að bræða fyrst málinguna þannig að þetta til dæmis svansvottuð yfirleitt efni anodiserð klæðning. Eitt af þessu sem við gerðum var að þegar grafið var fyrir húsinu þá þurfti að brjóta aðeins berg og þeir steinar voru teknir og fluttir til SS steinsmiðju eða gröf og grjót og þau tóku þá skáruða niður í steinflísar sem eru núna á fyrstu hæðinni og
Það er pínlítið áhugavert líka bara að sjá litabreytingar og annað í hvað er mismunandi litir þarna. Þannig að fyrsta hæðin í rauninni, bergið flýtur svona upp eða steinarnir fljótar svona upp á fyrstu hæðina. Sameignagluginn er sem sagt dæmi endurnýtingu líka og þarna komum við inn á þetta sem ég var að kvarta yfir með CE-merkingar en þar ætlum við að nýta gler frá Smáratorgsturninum sem að fer bara í urðun venjulega en við höfum náð að bjarga töluverðu af gleri þaðan og ein notkunin er þessi sameignagluggi sem að fer að koma upp held ég bara núna á þessum næstu dögum og þar nýtum við glerið og en erum með hefðbundin álramma til þess að mæta þessari kröfu vottunina í rauninni að sá sem að býr til álramann vottar í rauninni gluggan og svo setjum við glerið í en þetta er svona pínu svona aðferð sem þarf að skoða betur en við vorum í samtali við HMS. Það fyrir ekki að þú veist, stífurnar eru skornar í sundur, það er lagað það sem var gallað þarna í þessum gluggum í Smáratorg, í þessum turni og Íspan gerir nýja glugga úr algjörlega heilu gleri. Þannig að, já. Það var nefnilega gleri var ekkert skemmt og það er einmitt misskilningurinn oft með gler að það sé eitthvað sem að í rauninni sé ónýtt en gleri sjálft var í rauninni í lagi nema að reyta sólafilman á ákveðnum hlutum glers var það ekki en við notum það gler sem var hreint og var hægt að nota aftur og við spörum töluvert mikið kolefnisspor af því að gera þetta. Við erum líka að skoða að nota glerið í gróðurhúsi sem verður á jörðinni á fyrstu hæðinni og jarðhæðinni sem er sameiginlegt fyrir alla íbúana og þið sjáuð örvarnar við hliðina, þú veist, við erum að tala beina endurnýtingu á vegriðunum, við erum að tala beina endurnýtingu á anodisirðu klæðningunni þó við beygjum hana, það hefði alveg verið gert, við erum ekki að breyta efninu öðru leyti, þannig erum við að taka efni og vinna það með orku sem að þess vegna tölum við þetta sé ekki beina endurnýtingu, við erum að endurhanna efnið og það sama á við þetta, það er verið að taka glerin, hreinsa þau, taka þau í sundur, setja það aftur saman í tvöfalt gler sem er vottað frá þá í rauninni Íspan og svo er álraminn vottaður frá framleiðanda þess og samsetningin í rauninni samhliða. Og svo er þá í rauninni, þetta er líka bara endurnýting, þarna myndum við líka hreinsa glerið og nota það aftur. Þarna kemur fram hvaðan til dæmis vegriðin eru og þá kemur að því af hverju það er svona skemmtilegt að endurnýta efni því að Björt hafði helling fyrir því að hamra á því að reyna að ná þessum vegriðum nógu miklu magni til að við gætum svona haft þetta svolítið sýnilegt. Við náðum ekki nota á öllu húsinu en það er allt í lagi eins og við segja, það er gaman að varpa ljósi líka á það að það er hægt að nýta efni betur á þeim stað eða hjá þeim sem að eiga þau. Og já, þetta annað kemur á Fnjóskárbbrúnni sem er mín heimasveit næstum því og Þjórsárbrúin er Bjartar frá Björt, þannig að það er svona skemmtilegt. Og svo eru það gluggarnir og glerið í rauninni, endurnýtt sem er notað, já við tökum í rauninni við því gleri. Og við getum farið bara mjög hratt yfir kröfurnar sem voru settar á lóðina í þessu samhengi en við í rauninni erum að uppfylla eiginlega allar þeirra. Það er einu sem við uppfyllum ekki, ég ætla ekki að fara yfir þetta neitt alveg nákvæmlega en bara svona sýningur, það voru gerðar ýmsar kröfur, það sem er ekki uppfyllt eru blágrænar ofanvarslausnir sem í rauninni á ekki við lóðina því hún er ekki með neina jörð, hún er í rauninni bara með örlitla jörð og við gerum það besta úr henni, þeim litla parti þar verður gróðursett og þar verður í rauninni, það mun taka á móti vatni, þannig að hægir á og þetta eru þökin öll með góðri gróðurþekju og þakgarðar. Þannig að þetta er bara í rauninni uppfyllt allt saman og endurnýta gamla glugga, leita skal við endurnýta gamla glugga, það í rauninni var ekki hægt af því að við bara CE-vottanir leyfa eins og staðan er núna þá gengur það ekki en við gerum það sem við gátum með því að nýta glerin. Framkvæmdarsvæði og annað orkunotkun, það var farið djúpt í það að reyna að ná henni til að hún væri lægri heldur en hefðbundið og er 40% lægri heldur en viðmiðunarhús og við gerðum lífsferilsgreiningu samhliða hönnun og ég ætla aðeins að koma inn á það svona í lokin en ef ég held við séum 94% Björt, ég man ekki hvort við erum. Jó, við erum það og bara svo aðeins að varpa ljósi á þessa skilmála, bara mjög stutt. Reykjavíkurborg við bara settum niður sem að býður þessa lóð í þessa til kaupa, í þessa nákvæmna uppbyggingu og þá eru þetta einhver skilyrði, eðlilega. Og við fundum að þú veist,
eins og ég sagði á hana, þú veist, kannski fyrstu voru menn bara með, bara býtu ekki bara umhverfisvænast að gera eitthvað eins og við vorum fyrst að ræða fyrir 10 árum CLT og þú veist, það þurfti aðeins að bara ræða sig niður á það og koma með ýmis gögn til þess að sýna þeim, herðu. Ég sýni það eftir einmitt bara Já. Og allavega þannig að kröfunar hjá okkar eru mjög miklar og og það var bara flott. Við vildum, við settum okkur sjálf stór markmið, en þetta á svona skala þannig að við þurftum að ná 80%, við erum að ná miklu meira en það. Já. Og einmitt þetta sem að Björt var að tala að við náðum í rauninni með því að vera stöðugt að reyna að finna einhver staðar byggingarhluta að því að markmiðið var að lækka kolefnissporið og endurnýta efni. Markmiðið var ekki að gera umhverfisvænasta hús í heimi sem hefði 0 kolefnisspor. Þannig að við þurftum bara að reyna á staðnum innan tímaáætlana, innan kostnaðarramma og við erum mjög stolt af þessari lækkun en hún er mjög mikið Kai og Sigríði að þakka vegna þess að það er auðvitað góð steypa sem lækkar kolefnissporið af því að burðarkerfi bygginga er svo stór hluti. Þannig að við reyndum mjög mikið að finna út hvernig við getum lækka þetta með því að endurnota efni þá spöruðum við 72 tonn og ég meina öll fasaðan öll útvíkjaklæðningin endurnýtt þannig að svolítið erfitt að bera saman þyngd á klæðningu við þyngd á burðarkerfi og allt þetta en það er allavega þessar tölur, þetta líka það áhugaverða við lífsföðulsgreiningu að hún náttúrulega pínu huglæg líka, það þarf alltaf að skýra svo mikið í kringum hana til að þessum erfitt ofta að bera saman og en ég ætla að sýna ykkur hvað við reyndum að gera. Við reyndum til dæmis með uppbygging á gólfplötunum þá ákvaðum við kannski til að byrja með áður en að ég fer yfir þetta þá langar mig að segja að við fórum í stóran snúning á útveggja hvort að þetta væri timburklæðningar CLT timbureiningar, CLT-einingar eða stift og vegna bara vindálags á staðnum vegna bara hárpípu áhrifa sem geti haft að vera með léttar einingar með stífum einingum þá kemur bara í ljós á frakkastig 1 ekki skynsamlegt að vera með létta kápu utan á húsinu. Það hefði búið til mjög mörg önnur vandamál og það hefði verið kostnaður í því og það hefði verið svolítið mikil áhætta. Þannig að þessum ákváðum við að hafa ystu kápuna eða ysta hjúpinn, staðsteyptan, en þá gátum við í staðinn leikið okkur inni og við hefðum getað haft CLT-gólf, við hefðum getað haft hólplötur, við hefðum getað haft staðsteypt og við gátum fækka berandi innveggjum mjög mikið. Þetta er svona einhvers konar hótellausn eins og oft nýtt. Og þarna bárum við þetta saman og CLT-einingarnar á þessum tímapunkti voru held ég 5 sinnum dýrari en hefðbundin lausn. Þannig að þess vegna var farið að skoða en hólplötur þarna vantar hólplöturnar hans Kai inn á milli hólplötur dæmi 3 og 4 og Kai mun sennilega bara tala þá eftir en sem sagt við enduðum í því að við hefðum viljað endurnýta hólplötur eða það hefði verið lægsta kolefnissporið það var bara ekki til nógu mikið magn en þá fór Björt og ræddi við Kai hvort við getum gert hans hólplötur betri og það náðist þar og Kai talar það eftir og með hjúpinn að þá fórum við í samstarf með BMWalla með það að finna bara allar þær lausnir sem hægt væri til að staðsteypan yrði eins lág og hægt væri og Sirri fer yfir það eftir. En þetta dæmi samanburðargreiningu, þetta ofta ekki sett svona fallega fram hjá okkur, þetta yfirleitt Excel-skjöl eða eitthvað en við ákveðum að sýna eitt svona dæmi hvernig þetta getur litið út og hversu mikla lækkun væri og þetta auðvitað eins og með allt fer eftir aðstæðum, fer eftir framleiðandunum fer eftir þannig að þetta bara sett fram með svona smá fyrirvara. Þarna dæmum það líka þegar vorum að prófa hólplötur versus CLT og þarna í rauninni til vinstri eru mismunandi hugmyndir til þess að því að þarna koma inn allir aðri verkfræðingarnir líka, þarna koma hljóðverkfræðingarnir inn, brunahönnuðirnir og þarna dæmum sem sagt hvað og líka auðvitað skiptir máli fyrir Björt að selja íbúðir með góðri lofthæð þannig að það hafði líka aðeins að segja og við þurftum svona aðeins að finna út hvað við þurftum að gera. Við gátum nota hólplöturnar án þess að klæða loftið en við hefðum alltaf þurft að fara niður í svolítið, það vantar reyndar akkurat réttu málsetningun en þetta var svona mörg atriði sem koma þarna inn og þetta þurftum við bara að hafa tíma til þess að skoða og hugsa og skipuleggja fyrirfram þannig að það hefði ekki áhrif seinna. Þetta er svona dæmi eina eða 2 útfærslur sem við vorum bara að skoða
Við náttúrulega lögðum áherslu í aðferðafræðinni og LCO-reikningunum aðalega á efnin sem voru þannig A1 til A3 þó að þetta væri allt undir en það er þar sem að munurinn var mestur, uppsetning og annað er bara frekar hefðbundið. Við fengum rýni á okkar bara þetta sem við gerðum samhliða hönnun og tókum saman í lokin, þá fengum við rýni á frá VFSO og þar fengum við þarna að sjá neðst til hægri að við erum í rauninni, við erum alltaf með okkur viðmiðunarhús HMS af því að það er viðmiðunarhúsið sem við erum með núna. Ef við værum að keyra meira á alvöru svona, já, fá góða lífsgreiningar, þá gætum við lækkað þetta strax niður 30% örugglega, þetta viðmiðunarhús. Þannig að við gerum alltaf, VFSO gerði viðmiðunarhús eins og Frakkastígur 1 væri byggður á hefðbundinn hátt og þar erum við líka 36% undir. Þannig að þú veist, við sjáum strax, þó við værum það allavega væri svo auðveldlega hægt að lækka og setja einhver mörk á hefðbundi staðsteypt hús. Og við sjáum líka með hvað munurinn er þarna á betri hönnun og endurnotkunninni til hægri þarna, hvort miða við viðmiðunarhús og miða við hefðbundið hús. Þannig að þetta eru bara tölur sem eru algjörlega í samræmi með það sem markmiðið var í upphafi. Og já, ég veit ekki alveg hver ég á að bæta við, annað en bara að það er eins og ég segi, það verður að vinna þetta er svona show and tell, við erum bara brasa helling að reyna að ná öllu þessu fram og það bara skiptir svo miklu máli að hafa einhver sýnidæmi og vonandi hefur það áhrif á reglurnar og hefur það áhrif á reglugerðir og leiðbeiningar að við getum farið að gera þetta aðeins betur allt saman. En það er ekki til ein aðferð fyrir alla, það verður aldrei annar Frakkastígur, það er bara, þú veist, þetta staðsetningin, efnin, það verður bara öðruvísi næst, óhjákvæmilega. Já, og bara svo við eigum ekki að fara að hleypa öðrum að líka fyrir, en bara einmitt til þess að setja punktin yfir þetta, þú veist, við bara auðvitað setjum fram Frakkastíg 1, þú veist, vill bara byggja á þessa vegu og mér finnst mjög mikilvægt og þakka bara fyrir að við fáum að vera hérna að segja frá húsinu og okkar markmið er að aðrir geri eins og mitt markmið er að aðrir geri betur, sko. Þú veist, og við verðum alltaf að gera betur og betur og betur. Þetta er, eins og Arnhildur segir, þetta er ekki eitthvað svona final product, sko. Svo lærum við meira og gerum betur og öðruvísi og allt það. Og það er það sem er svo skemmtilegt við þennan máta í byggingum. Þú ert ekki bara alltaf að gera það sama. Það er það sem mér finnst, það sem drífur mig áfram. Geggjað. Herðu, þá ætla ég að koma öðrum að sem er mér. Þetta er galið. Herru, bara geggjað, þetta var rosalega flott allir, það er alltaf jafn gaman að hlusta á þig. Ég ætla að vera minns eigins tímavörður og kynna sjálfa mig inn, en ég þekki örugglega flesta á þessum fundi. Ég heiti Sigríður Rós Bjarnadóttir, ég er framkvæmdastjóri umhverfis- og gæðamála hjá Hornsteini, en við eigum BM Valla og Björgun Sement. Ég ætla að hlaupa, eins og ég segi, ég ætla að vera minns tímavörður hérna, ég ætla að snöggvast að renna í gegnum vonandi steipuna. Það er kannski rosa gott, ég er mjög gaman aðeins að fá nýtt tækifærið í smá svona kennslu, en þetta er alltaf þessi spurning af hverju er sementir svona ofboðslega sérstakt og það er alltaf þessi spurning af hverju er svona ofboðslega mikil kolefnislosun sem verður við það að búa til sement. Og það er í raun og bara þetta efnahvarf sem verður við þessa tæpu 1500 gráður í þessum risastóra ofn. Þegar þetta hita saman kalksteinin og leirinn, það verður þessi efnahvörf sem losa svo ofboðslega mikið kolefni. Og við einhvern veginn komumst ekki hjá þessum efnahvörfum til þess að búa til klinkerinn, til þess að búa til sementið. Þannig að það er út af þessu efnahvarfi hér og þessari orkubrennslu að sement og steypa eru þá ábyrg fyrir 5-8% kolefnislosun á heimsvísu. Það má náttúrulega alltaf minnast á það og ég veit að Kai er alveg sammála mér með það, en þú veist, við notum líka bara svo mikið sement og steypu. Þannig að þú veist, kannski, þú veist, efni sem slíkt er býr til svo mikið af kolefnislosun út af því við þurfum að nota svo ofboðslega mikið. En þá er líka alltaf þessi spurning, hvað er svona ofboðslega sérstakt við sementið? En sementið, þegar það hvarfast við vatnið, þá koma svona lítil hár út úr sementinu sem grípur utan steinana, sandinn og möluna. Og það er þetta lím sem við erum svo mikið að leitast eftir. Og það er svo ofboðslega erfitt að búa til eitthvað svipað efni sem hefur þessa sömu bindi eiginleika. Þannig að það snýst allt það að búa sem sterkasta límið utan þessi steinefni sem við eigum sem eru staðbundin.
Og á Íslandi við erum steinefna þjóð, við vitum það, ég meina sandurinn, mölin, þetta allt okkur kring, þannig þetta alltaf spurning hvernig getum við nýtt sandinn og mölina sem best og það sementi sem hjálpar okkur hér. En við komumst ekki hjá því að sementi alveg opáðslega mikill kolefnisvaldur, þannig að þá þetta alltaf spurning hvað getur komið í staðinn? Hvað getum við notað í staðinn fyrir sementi? Og það eru þá þessar auka afurðir sem við erum að nota einna helst til þess að leika eftir þessum bindieiginleikum án þess að losa þetta kolefni. Þannig að við erum að horfa á helst, þetta flugaska úr kolabrennslu, þetta kísilrykkið úr álframleiðslu og þetta slaggið úr stálframleiðslu. Og það sem þessir auka afurðir hafa sameiginlegt með sementi er að þau eru búin til við sömu aðstæður. Það er þessi hái hiti og þessi snöggkæling, þannig að þau eru með þessa bindieiginleika. Vandamáli með þessa auka afurðir er að þeir eru ekki að hvarfast við vatnið eins og sementið, heldur eru að hvarfast við sementið. Þannig að þú þarft alltaf smá sement til þess að kveikja í auka afurðunum. Okay. Svo hitt vesinni með auka afurðirnar er að þær búa ekki til eins sterkt lím. Þannig að við erum alltaf í þessu balans hversu mikið af sementinu getur tekið út og haldið styrknum og gæðunum í steipun sem skiptir okkur svo opaslega miklu máli. Þannig þetta svona þessi leikur sem við erum svona alltaf í allan hjá þessum steipuframleiðendum á Íslandi. Hvað getur þú tekið mikið út, sett mikið annað í en fengið samt fram að við þurfum að fá styrkin, við þurfum að fá frosttíðuna, við þurfum að fá endinguna. Þessi steipa þarf að veðrast, það er ekkert sem er að fara að segja það, við getum búið til umhverfisvænustu steipuna en ef hún molnar í höndunum á okkur, það skiptir þetta einhver máli. Þannig að þetta er þessi leikur sem við erum alltaf í. Þessar aukaafurðir hér eru náttúrulega að verða til við þessa brennslu, við að búa til erum að nýta þessi efni sem við munum kannski sjá hverfa vonandi á næstu 10, 20, 30 árum, þannig að við þurfum að fara að finna einhver önnur bindi efni sem geta komið að í staðinn og ég ætla ekki að fara að tala það núna, eins og ég segi, tíminn hleypur frá mér eins og öllum öðrum þannig að þetta er þessi leikur sem við erum í. Ef við horfum á sementið sem svona, hvað getur maður sagt, algengast á Íslandi, þá erum við með þá SEM 1 sement, þetta eru þá óblönduð sement, þú ert með klinkermagn þar inni sem 90 til 100%, og svo erum við að sjá núna koma meira og meira til landsins þessi standard FA, eða þessi íblönduðu SEM 2 sement. Hjá BM Vallá þá erum við helst að notast við standard FA sement, sem því að það búið að skipta út klinker fyrir flugösku. Okay. Og þetta gert út í bréfi hjá okkar framleiðanda, eða okkar birgja, og þeir eru að skipta út svona 18% af klinkernum fyrir flugösku og að ná fram sömu gæðin á sementinu en með töluvert lægra kolefnissporið. Og sjáu þannig anlegg og standard FA, þetta þau sement sem við erum að flytja inn frá Noregi. Þið sjáu munin á því að fara í þessu útskipti, að taka út þetta orkufreka SEM 1 klinker fyrir eitthvað af þessum aukaafurðum. Hérna það sem við náum okkar árangri. Við náum árangri að taka út klinkerinn, setja eitthvað annað í staðinn. Þannig það ofboðslega mikilvægt þegar við erum að reyna að hanna umhverfis svona steypu að við veljum rétt sement og svo förum við aðeins meiri útskipti ef við getum. Ég ætla að fara aðeins yfir það. Þetta verkefnin eins og bæði Björt og Arnhildur eru búin að koma inn á það, þetta vegferð. Við erum bara alltaf að reyna að gera aðeins betur. Hérna eru þau verkefni sem við höfum kannski náð. Já, bara eftir smá, við erum að klára að nota hana bara. Það alltaf gott að fá svona, ég veit ég á tæp á tíma, en allavega þetta alltaf þetta verkefni, hvernig komumst við aðeins nær og hérna sjáum við þessi helstu verkefni þar sem við verðum að ná ágætis árangri bæði í rauninu með svansvottun, hefur hjálpað okkur mikið, okkur steipuframleiðendunum og svo önnur verkefni sem ýta okkur lengra. En það sem ég langaði aðeins að tala að frakkastígurinn. Hérna var markmiðin í staðsteipunni, nú ég kannski bara með hana, en markmiðið hér var 45% samdráttur og sem alveg gríðarlegt og ég alveg sammála Björt, við erum búin að vera í þessu verkefni núna síðan 2022, sko, þetta orðið, mér svo stutt síðan en samt svo langt síðan, við erum búin að ná svo miklum árangri á þessum stutta tíma og hérna þetta snýst þetta svo rosalega mikið það að við erum öll bara sammála þessi markmið í upphafi og það var sett þetta markmið 45% samdrátt. Og við horfum það bara aðeins á frakkastíginn og hvað þetta þýðir fyrir okkur. Þetta eru sirka 1150 rúmmetrar af steypu í þessu verkefni.
Og þetta þýðir við fáum inn, þegar við erum að gera tilboð í svona steypu, þá fáum við inn verklýsingu. Þetta dæmi verklýsingu sem kemur inn til okkar, þannig að við fáum að vita, ok, styrkurinn þarf að vera eitthvað ákveðið, svo eitthvað lágmark sementsmagn, þannig að 300 kíló á rúmmetrinn. Bara þetta orð þarna, sementsmagn, þetta setur rosalegar skorður á okkur. Í raun og veru segir þetta mér að ég á ekki að vera í einhverju blönduðu sementi. Þannig þetta eitt vandamál sem við sjáum. Svo líka yfirleitt þessi loftkrafa. Þegar loftkrafin er svona há, þetta þýðir að steypan á að vera úti. Hún á að veðrast og hún á að geta tekið við frost og þíðu og svo líka búið að setja einhverja kröfu á vatns- og sementstjöluna. Það sem gerðist í frakkastígnum, sem er svona frábrugðið öðrum verkefnum sem ég hef verið í raun og veru það að við fengum verklýsingu sem var skrifuð í raun og veru á byggingar hluta. Við fengum að vita hversu mikið af steypunni átti að vera inni og hversu mikið af steypunni átti að vera úti. Útisteypa, þetta skiptir ofboðslega miklu máli. Því að eins og við vitum þá náttúrulega bara gríðarlegur munur á kröfum til útisteypu og innisteypu. Okay? Útisteypa sem þarf að vera úti, hún þarf að í raun og veru bara að, þú veist, frostþíða. Hún verður fyrir rosalega miklu áreiti. Steypa sem er inni verður ekki fyrir eins miklu áreiti. Þannig þið sjáu hérna XC1, þetta er innisteypa. Þið sjáu hvað kröfurnar eru ofboðslega lágar. Styrkurinn þarf ekki að vera nema 12 megapascal. Vatnssementstalan, þetta þýðir að það má vera ofboðslega mikið vatn í þessari steypu sem þýðir að þú ert með minna sement. Svo ef við horfum á XU4 sem er náttúrulega bara brúarmannvirki, eitthvað sem á bara verða fyrir salt og vatni og veðrun, þá er rosalegar kröfur. Þið sjáuð í raun og bara sement, eða í raun og bindimax kröfuna þar 300 kíló per rúmmetr. Allt þetta, þú veist, að verkfræðingarnir sem að hanna húsið, að arkitektin sem að hanna húsið, að verktakinn sem að byggja húsið skilji munin á því hversu mikla kröfur eru gerða við steypuna, skiptir ofboðslega miklu máli þegar við erum í raun og að framleiða steypu í það hús. Og í raun og veru það sem við fórum í með Arnarhvoli, með Hrund hjá Hanna, var í raun og veru við settum svolítið niður með verklýsinguna í upphafi og fórum að spyrja spurningar, hvað getum við gert? Þarf þessi steypa að vera innisteypa? Þarf þessi steypa að vera útisteypa? Öll þessi samtöl leiddu til þess að við náðum 43% samdrátti í staðsteypunni í húsinu. Við náðum ekki 45%. Það var líka reyndist aðeins of erfitt, þrátt fyrir að hafa verið með þetta verkefni í smásjá. En það allt þetta sem svona púslast saman í hvernig við náum meiri og meiri ávinningi í kolefnissporinu í steypunni. Og við notum í þessa steypu umhverfisvænna sement og fórum líka í útskipti á ennþá meira af sementinu fyrir kísilrík til að ná þessum markmiðum þar niður. Sko, ég brunnin á tíma, ég ætla að stoppa hér, ég geti haldið áfram endalaust, en ég ætla að henda þess til Kai því ég veit að hann mun síðan bara taka aðeins við að mér hér varðandi fósteftireiningarnar, en eins og ég segi, þú veist, take-awayið í svona verkefnum ef það á að vera í einhverjum umhverfismarkmiðum, þá þurfa allir að vera svolítið on board og það þarf að rýna þessar verklýsingar áður en að við fáum þær til okkar í framleiðslu. Ok, ég ætla að kasta til Kai, en hann að fara að ræða aðeins við okkur forstiftu einingarnar. Sérsklarum mína. Heyrum, sjáum ekki. Núna? Nei. En núna? Já. Góða, Kai heiti ég. Ég vinn hjá Steypustöðinni. Ég framkvæmdastjóri fyrir steypuframleiðslu og dreifing. En við erum ekki bara að framleiða blötsteypu, við erum líka að steypa fósteftireiningar og þess vegna að ég tala það. En fyrst langar mér að þakka Björn og Arnhildur fyrir þetta frábært verkefni. Ég held ef við myndum byggja allar byggingar og þennan hátt varum við ansi langt komin. Yfir 50% þetta bara æðislegt. Það væri flott ef fleiri myndu hugsa eins og því.
Yfir höfuð við að steypa allt of mikið á staðnum. Það væri miklu betra ef við myndum nota forstefta einingar, fyrir þess að við óháð veðri. Við varum betri gæðastjórnun, minna són, minna yfirhöndun, betri gæði. Við getum minkað þvermálið og þar með myndum við nota minna sement. Bara ef við erum ekki að skipta sement, við erum bara að fara úr stafsteypu yfir í einingar, getum við spara allt af 25% og það ansi mikið. Án að vera með neina áskoranir. En í frakkastig, það vorum við að afhenda forstefta einingar, forstefta hólplötur. Og hvað munurinn milli forspenntum einingum og slagbendum einingum við erum að nota sverðnið miklu betra. Steypan getur ekki taka beygjutók þol og ef við erum að nota forspennta einingar erum við að nota allan sverðnið og getum svo minka sverðnið og spara eftir. Við förum aðeins yfir þetta hvernig þau eru framleidd. Við erum fyrst að strekkja vírar og svo full steypu í mótin og eftir ákveðin tíman eru vírarnir skorin og við erum svo komið eining sem undir pressu. Innri hólrými eru að minka þráðþyngd plötunar og þar með erum að minka þyngdin 40–50% sem líka að spara efni. Forspennta einingar eru með hástyrks stálstrengjum og þar með erum að spara líka töluvert af steypustyktajárn. Það leiðir líka að heildarbygging með minna massi og þar með leiðir það smærri burðarvirki og smærri undirstöður. Sjáum við hvernig þessi forsteftar hólplötur eru framleiddar. Fyrst sjáum við vinstri megin þessi vírar og svo fer vel yfir þessi víra, þetta svokallað extruder, og að þjappa steypu í kringum þessi vírar. Kröfur varðandi steypu fyrir hólplötu það steypan þarf að standast þessi kraft sem á steypu án þess að steypan að springja og aðalmálið að fá nægilega styrkur eftir stuttan tíma. Við erum að miða við 30–35 megapascal eftir sólarhring. Það skiptir svo mikið máli fyrir okkur að við getum framleiða bara eins mikið að gera það á hagkvæmum hátt. Og svo þarf steypan að vera með há fjarstuðul til að komast í veg fyrir formbreytingar. Ef við erum að horfa á munin milli venjuleg rapid-sement og flugöskusement, þá sjáum við 70% munur í dags frystistyrk og 75% eftir 28 dögum. En þessi dagsstyrk, þessi 30% minna sem við fáum, það að gera aðeins flóknara til að nota flugöskusement í hólplötu framleiðslu. Við vorum svo að nota 6% kísilík með til að lækka kolefnisfótspor enn meira. Eldstöð, sjáum við hvernig við vorum að breyta uppskriftin. Fyrir ofan hefbundna steypu með 352 kíló CO2 ígildi per rúmmeter og miðað við 268 kíló þegar við erum að nota flugöskusement getum við spara allt að 24% í hólplötuframleiðslu. Hörðunarferli hægara og þess vegna þurftum við að framlengja aðhlunartíma 1 sólarhring. Steypa viðkvæmari fyrir útþornun og þar með fyrir rýrnun.
Það þarf að bíða sólarhring til viðbótar áður plötur eru sagaðar en 28 daga styrk bara fullnægjandi. Samantekt, það hægt að nota bindiefni með minna kolefnisspor í framleiðslu fósefnaeininga. Það þarf að fylgjast með frystistigsþróun, steypa með til dæmis flugösku þarf lengri aðflúun og þegar hólplötur eru framleiddir með flugösku og kísilík hægt að lækka kolefnisfótspor að 60% borið saman með staðstæðstum plötum. Takk fyrir mig. Geggjað, mjög flott. Herðu við, tímavörðurinn var rosalega duglegur í ár, allan hjá Kai. Ég ætla samt, ég er með 2 spurningar sem eru búin að fá mest like inn á Slido. Fyrsta í raun og veru, hvernig var með geymslu á byggingarefnum sem voru nýtt aftur? Var mestu spurning, já. Já, á ég að svara því. Já. Já, það var, við erum að byggja á þéttingareit og þetta er alveg áskorun auðvitað að bara koma því byggingarefni að staðnum sem við þurfum og koma hinn í burtu áður en næsta kemur og allt þetta, þið þekkið þetta. En þetta reyndist ekki, það voru auðvitað vegriðin, það voru steinarnir sem vorum að taka úr grunninum, bara literally jörðin undir húsinu, tekin í burtu, færð svo aftur upp á húsið, þetta finnst mér mjög skemmtileg saga. En það var einhvern veginn þannig að það raðaðist bara þannig og það var út af skipulagi sem hefur verið gott frá byrjun að þegar vera til dæmis að vera að vinna steinana þá getum við geymt þá í ákveðin tíma hjá Grjót og Grjóti, svo bara færðum við það í skemmu og náðum svo í það aftur. Vegriðin voru svona tínast af jafnt og þétt. Þannig að það eiginlega gerðist óvart að það var ekki mikið erfitt að ná þeim og svo þegar þau komu og þá eru þau sett inn á fyrstu hæðina þar sem atvinnurými og okkar verkamenn að vinna þau þar inni, hreinsa þau og annað. Þannig að það hefur ekki verið varðandi endurnýtinguna, eitthvað stórkostist vandamál að geyma hlutina. Og ég held að sé út af þessum punkti sem ég var að reyna að segja þarna í áskoranir, geymum efni hjá þeim sem á það eins lengi og hægt er og fáum það þegar við þurfum það og þá er það á ábyrgð þess sem að vill losa sig við það. Ég held að það var bæði með skipulagningunni eins og Björn segir og svo líka bara því að þetta var aðferðafræðin. Lager fyrir byggingarefni kemur aldrei til með að ganga upp. Það verður ekki til þess að lækka. Þannig að þetta ég held að þetta sé bara því að akkur þessu verkefni gekk þetta upp. Já, þetta gekk bara mjög vel. Góð spurning. Ég var ekki sjálf mikið að pæla í þessu, en það bara gekk mjög vel. Já. Það er að taka eina enn, er verkefni í heild dýrar en hefðbundið? Já, ég sé að þetta eru margar, þetta er svona sama spurning oft aftur hana, er dýrara og sérðu áhuga frá viðskiptavinum og til þess að svara seinni að þá, já, við sjáum svo sannarlega áhuga frá okkar kaupendum, það var bara biðlisti á uppbyggingatíma og við erum nú þegar þetta eru 9 íbúðir og við erum þegar búin að selja 4 og í umhverfi þar sem að er bara ekkert mikið að frétta á kannski einhverjum stöðum en það sem að ég tengi þarna við er að fólk er mjög spennt fyrir því að kaupa vöru sem er dálítið einstök og það vill vel heyra af því að hún sé umhverfisvæn en það var líka bara heyra af sögunum, heyra af hvernig vegrið af Þjórsárbrú er allt í einu komið utan á húsið þeirra og er fyrir við hliðina á svölunum þeirra. Þetta er bara einhver svona tilfinning, við erum bara öll svo mannleg sem betur fer. Það skiptir okkur máli í hvað umhverfi við búum og allir þessir litlu og stóru hlutir er að hjálpa mér sem kostunaraðila þessa verkefnis mjög mikið við að selja húsið. Og hvort það sé dýrara, það sem að hefur kostað þetta er að ég hef þurft að vera bara í ákveðinu svona, skiptir ekki máli þegar maður er að gera nýja hluti, það er alltaf ákveðin fyrstu kostnaður við það, hvort sem fólk er að læra ná svansvottun, bríamvottun eða hvað það er.
þú ert með einhvern svona lærdómsperiódu sem að fer þá bara inn í minn reynslubanka sem verður ódýrar í næstu framkvæmd og Arnhildar og þú veist allt þetta og auðvitað það og það bara fór þá inn í hönnun og í kostnað við að hafa misenstarfsmann eitthvað svoleiðis en þetta verkefni gerir bara ráð fyrir þessu öllu í byrjun og þú veist við okkur líst bara mjög vel á hvernig niðurstöðurnar að verða hvað varðar sölu á húsinu út af því að fólk bara mjög spennt fyrir því. Geggjað. Já. Er þetta ekki bara frábær loka orð? Við erum alveg sprungin á tíma. Já. Ótrúlega flott, þetta er mjög skemmtilegt og bara, já, ég vona að þið hafi notið með okkur morgun stundarinnar. Annars mæli ég alltaf með því eða ekki, fólk má hafa samband við þið Björt og Arnhildur ef þið eru með einhverjar spurningar. Ég veit alltaf að segja bless, takk. Ég sá bara glitt í einu spurningu sem kom að neðst sem að ég er ekki búin að nefna hvort þetta sé frekar oft drifið af konum en körlum og mér er gaman að segja frá því að í þessu verkefni þá er ég eigandinn kona, Arnhildur aðal verkfræðingurinn, Sirrí og Hrund Einarsdóttir, burðarþolsverkfræðingurinn og Guðlaug Ósk hjá henni. Við erum mjög mikið konur sem að komum að hönnun og svo það auðvitað mjög, svo kemur að framkvæmdinni og þá það kallarnir. Þannig að það er alveg mjög skemmtilegt Kai, við meðum ekki gleyma Kai og Hjalta. Þeir eru með okkur. Já, Hjalti var búin að standa sem vel. Já, akkurat. En já, kom mér óvart hvað mikið á konum sem að, það er mikill áhugi. Yes. Við erum líka bara svo drífandi, Björt. Það er bara svolítið svolítið, sko. Konur í fjármagni líka í bönkunum, þar hafa hjálpað mjög mikið, þannig að þú veist. Það var einhver sem sagði að það var ekki nóg að hafa hugmyndir og vera kreatífur og það væri þyrft að gera hlutina. Og ég held að það sé máli. Það er gaman að vera með ykkur. Ég veit að við erum að fara langt fram úr tíma. Herru, bara geggjað. Þetta var frábær fundur. Bless.